Nýtt lag Bjarkar Guðmundsdóttur, Náttúra, var frumflutt í Háskólanum í Reykjavík síðdegis. Ágóði af sölu lagsins rennur til þróunar á nýsköpunarhugmyndum sem mynda mótvægi við stóriðju. Í dag fór fram vinnufundur í Háskólanum í Reykjavík. Tilgangurinn var að kynna hugmyndir grænan iðnað og nýsköpun sem mótvægi við stóriðju. Það voru Björk Guðmundsdóttir og aðstandendur síðuna náttúra.info sem boðuðu til fundarins í samvinnu við HR og fyrirtækin Klak og Fræ. Hugmyndin kviknaði í kjölfar náttúrutónleikana sem haldnir voru í sumar. Björk og aðrir náttúruverndarsinnar fóru þó að leita leiða til að ýta undir náttúruvæna nýsköpun í stað stóriðju. Og síðan eru búin að halda vinnubúðir þar sem við erum að koma saman, bæði fjárfestum, hagfræðingum, vísindamönnum, sprotafyrirtækjum, atvinnuþróunarsjóðum og sem sagt takmarkið er að koma að ræða hvað það sem hamlar að þessi fyrirtæki komist af stað, hvað eru helstu hindranirnar og hvernig helst þetta hjálpa þeim yfir á þröskuld. Það víst ekki mikið fé í boði til fjárfestinga á Íslandi þessar mundir og Björk segir það vissulega hafa vakið spurningar framhaldið þegar að fjármálakreppan skall á. Maður einmitt bara vá, annaðhvort þetta besti tíminn eða versti tíminn. Svo ákváðu bara að þetta væri besti tíminn. Og ég held að ef einhver tíma var þörf á svo umræðu þá það núna. Að fólk aðeins hugsi suma því að þessi orkufyrirtækin á Íslandi og þessi lán sem hafa verið tekin til að byggja til dæmis Kárahnjúkavirkjun, það eru 150 milljarðar sem að skattgreiðendur á Íslandi eru að borga. Þetta er líka fjárglæfra starfsemi.